alveg hvað í gangi hérna núna. Þetta er lagið Jack með Breach. Lagið Jack, frábært lag hér á ferðinni, lagið Jack með hljómsveitinni Breach. Þetta er glænýtt, ferskt og sislandi hér á FM 957. Það er rétt. Klukkan orðin 4 á þessum miðvikudegi og eins og þið heyrið, kæru hlustendur, þá hefur FM 95 Blöð hafið göngu sína. Finnum við nýjan tón hér á stöðinni. Já, hér eru við mættir Auðun Blöndal og Pétur Jóhann Sigfússon og ég held að sé við hæfið að byrja því að spyrja þig, Pétur, þar sem að þú ert nú bara einu sinni viku. Fólk heyrir nú svona reglulega í mér. Já. Hvernig hefur það, elsku vinur? Það kærlega fyrir að spyrja og ég hef það bara nokkuð gott maður. Nei, ekki? Pétur Jóhann er í góðu fjöri núna í dag, sko. Já, lítur vel út, sumarlegur að sjá. Sumarlegur að sjá, hvernig þá? Já, meinarðu svona útitekin? Já, útitekin og bara eitthvað svona... Mikið skegg? Já, reyndar á svolítið skeggjaður. Já, og hérna, og svo í vaffalsmálból. Já. Stuðbuxum. Þú ert byrjað að vinna svolítið með vaffalsmál, þegar ekki? Jú, ég sko... Það er fyrir the ladies. Skal viðkenna það, Auðun, að hérna vaffalsmálsbólir áttu ekki mikið upp á pallborði hjá mér hérna árum áður. Nei. Og hérna, að því að mér fannst sko... Það var annað við núna. Núna hef ég ákveðið að leyfa þjóðinni að njóta þess að skoða hérna, þetta flotta barkakíli. Já. Og þennan einstaklega fallega háls. Og þessi viðbein hérna, eða er þetta ekki viðbeinin? Hérna? Jú. Þau eru endar sjást ekki, sko. Þau eru hérna. Já. Ef maður ítir á hérna þá sjást þau ekki í rauninni, en þú getur fundið fyrir þeim. Þú finnur fyrir þeim. Já, það er í rauninni. Vertu alveg hreinskilinn, eru stelpunnar að halda þetta? Þar varst í vaffalsmálunum? Nei, það er ekki að því, sko. Svo er ég í stuttbuxum líka. Já, til að sína kálvana. Og kálvarnir maður, ég get sagt þér það. Þú ert ekki með stærstu kálva sem ég sé svo sem. Ég er með, sko, ekki með stóra kálva, ég skal viðurkenna það, og kannski ekki svona þessa fótboltakálva, en ég er í staðinn er óbóðslega svona Þú ert með rosalega ókýrlasætti lappir, maður. Hvað mennur? Það eru eitthvað svo hvítar og loðnar og litlar eitthvað. Það er svo litlar eitthvað. Þetta er Auðun Blöndal, það er kvenfólk. Ég var að lappa úti, ég var að fara hérna yfir gangbraut á Miklubrautinni og þær voru að keyra bara. Þú veist, þetta er hraðbraut, sko, þetta eru stór hættuleg gatnamót, skilur við. Þú á stuðbuxum. Heyrðu, þetta eru stór hættuleg gatnamót þó að Pétur Jóhann Sigfússon þurfi nú ekki að vera að ráfa hann í stuðbuxum. Það lá við árekstri, sko. Þetta var allt kvennfólk. Stelpum og stöðar að horfa á lappirnar að þér. Já. Það er alveg gjörsamlega, það ráða ekkert við sig, sko. Ég nefnilega löðraði kálfana aðeins upp úr sólaróli og þetta brennur svo auðvöldlega. Og ég makaði sólarolíu á þá aðeins áður en ég fór út. Þannig að þeir spegluðust allir maður og þær voru alveg bara, hvað er að gerast hérna? Og það kann verið bara að sé á lífi í dag. Löðrandi kálvar maður í sólarolíu og Pétur Jóhann Sigfússon ráfandi hérna á gatnabóndum Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar. Það er endur eitthvað sexið það, ég verð að viðurkenna. Við erum með stórkostlegan þáttand ykkur í dag, kæru hlustendur. Metnaðurinn og alltaf svo sami hjá okkur strákanum, en stundum bara ganga hlutinni betur upp suma daga en aðra. Og við vorum í stuði í dag við Pétur, tókum hérna upp fyrir í dag og eins og ég segi, með frábæran þáttandekur. Við ætlum að gera smá tilraun. Pétur Jóhann ætlar að ringja hér í Ráðhús Reykjavíkur og fá að tala við vin sinn, Jón Gnarr. Já, bara að fá samband við hann. Já, bara, þú veist, Peter Joe, hann er á línunu, við fá að tala við vin sinn. Svo ætlum við að fara aftur í Ræskjaran sem var mjög stórkostlegur í síðustu viku. Já, og svo erum við með sturlastaðarindi. DJ Muscleboy, Egill Einarsson, kemur hér og frumflytur nýtt lag. Í alvöru tala? Hann er búinn að stera upp Án þín, slagarann okkar Svessa. Hann er búinn að stera upp Án þín? Já, búinn að setja hann í svona einhver DJ-búning, þannig að það verður frumflutningur á því hér og eftir. Svo, fekkst þú perraðinn? Já, ég fekk, við gerðum skipti. Slétt skipti. Já, þú fékkst Ræskjaran aftur, við gerðum hann í síðustu viku og ég svona, mér fannst hann eitthvað ekki alveg... Já, mér fannst hann æði. Og ég tók perran fyrir þig í staðinn, og ringdi að þessu sinni í Víkufréttir og auglýsa eftir nýju meðlegandi og það er svona perrið sem að fíla stráka. Hann er æðislur. Ég mæli með því að fólk fylgist með því. Þannig að við erum bara með veislu handa ykkur í dag, kæru hlustendur, ekki voga að skipta stöð. Við ætlum að flétta þetta allt saman með gæðamúsík. Það er rétt. Og það er ekki. Við situr hér með Auðvitað Blöð í dag, það er miðvikudagur, eins og ég sagði. Og margt að gerast. En við skulum ekki, og okkur ekki, til setan af voðið að komið að því sem að flestir hafa beðið eftir í langan tíma. Auðun Blöndal Kristjánsson frá Sauðárkróki
búinn að sitja sveittur við tölvuna í dag og rýna í slúður heim jarðarinnar. Auðun Blöndal slúður kongur stöðvarinnar, slúður kongur þáttarins FM 95 Blö. Það komið að slúður pakkanum með það ekki Auðun? Það rétt, það Pétur, ég veit nú ekki hvort fólk býðir sérstaklega eftir slúðurinn en það eins og komið að slúðri. Ég efast að sé einhver sem hlustar á FM 95 Blö bara út á slúðurinn, sko. Já, býtu, sannaðu til. Það nefnilega þannig að það fullt af fólki sem hefur gaman að slúðri. Og það skal aldrei nokkur einasti maður gera lítið úr því. Nei, rétt. Fólk verður bara að fá að vera eins og það er. Ef þú eða einhver annar ætlar eitthvað að setja út á það, þá það ekki mitt vesen. Nei, nákvæmlega. Ég ætla að byrja að slúðra á Johnny Depp. Hvernig listur það? Þá fólk bara að eiga það við sjálf á sig. Já, akkurat. Ég ætla að byrja að slúðra bakkana á Johnny Depp. En stórleikarinn var að gefa út á yfirlýsingu að hann bara að spá í að hætta að leika og bara hætta í bransanum. Já. Það út af þessari bíómynd sem hann var að gera núna síðast. Þessi Lone Ranger þarna floppaði vist illilega. Ég reyndar að sá hann, hún var allt í lagi. Hún þurfti reyndar ekki að vera 5 klukkutímar. Var hún svo löng? Já, hún var 3 tímar eða eitthvað. Fullt löng, sko. Já, ég skil ekki okkur að myndið þurfa að vera svona langar því að það voru svona 20 mínútna, það voru 2 20 mínútna lokadri. Þannig að myndina léttar að geta verið bara 2 tímar. Og já, það hefur ekkert gengið allt og vel hjá hann upp á síkastið og þessi mynd fær skelfilega dóma og núna segir hann að hann sé bara orðinn þreyttur á þessu og þreyttur á leiklistinni og segir hann að hann þyrfti eitthvað virkilega bitastætt til þess að taka að sér hlutverk núna á næstu mánuðum, sko. Svona kallar eins og hann. Eins og Johnny Depp, þú veist, hann á það mikið pening, er það ekki? Nú bara, þú ert nú svona slúðurfróður maður og fróður stjörnunnar í Bandaríkjunum. Hann núna þar að koma enn ein Pirates of the Caribbean myndin. Ég held að hann fái eitthvað $40 milljónir fyrir það og það er sinum 130. Já, hann er búinn að leika í henni, sérst? Já, hann er búinn að leika í henni. Ok, þannig að hann á alveg pening og hefur, hann í raunin þarf ekki að vinna það sem þetta er. Nei. Þannig að þetta er bara gott mál. Já, en sko málið með Johnny Depp samt að hann var svona sá leikari sem að leit hvað mest upp til þegar kom að því að velja sér hlutverk. Hann svona tók að sér spennandi og öðru í sér hlutverk og var svona, ég veit ekki hvernig maður að segja, áhugaverður leikari því að þú vissir aldrei hvaða myndu myndi sjá næst. En núna er hann dottinn svolítið í Jerry Bruckheimer, Walt Disney, ævintýra myndir bara eitthvað niður. Já, var alltaf með honum Burton. Já, Tim Burton og hefur nú gert marga myndir með honum. Scissor Hand, svona förðumyndum. Var nú með Tim Burton í myndum daginn sem gekk ekkert alltaf vel. Já. En allavega þá vona ég samt að Johnny Depp hætti nú ekkert að leika. Hann fari kannski bara að velja sér næst betri hlutverk. Mér er alveg sama. Er það drullu sama? Já, nei, alls ekki maður. Það er gaman að þessu, vonandi leikur hann, þetta er rétt í áriðu, ég ætla ekki að vera neikvæð í gæðin hérna. Nei. Vonandi, ég byrst afsökunar á þessu, vonandi leikur hann nú og að vera gaman að sjá til hans í framtíðinni. Já. Næsta slúðuröðun? Næsta slúður það er af henni Rihanna, eða Rihanna, hún sigraði máli sem hún höfðaði gegn verslunarkeðinni Topshop núna á dögunum. Já. Og voru hennar dæmdar 600 milljónir í bætur. Hvorki meira enn minna. 600 milljónir? Já. Og já, þannig annað hefur verið skammalegt, sko. Já, þannig máli allt undir þessari upphæð hefur verið skammalegt. Topshop framleiddi og seldi bólu með mynd af Rihannu í hennar leyfisleysi. Án þess að tala við hana. Já. Og ég hefur þið brjálað. Við hverju byggust þér hjá Topshop? Að það getur bara selt bóli með sko Rihannu framan á og hún myndi ekki segja orð og fekk ekki krónu fyrir það. Gerum þetta, drengir. Sjáum bara til. Þetta er svo, þú myndir bara lappa núna í kaupfélag Skaffinninga og þar var verið að selja hvíta bóli með mynda Pétri Jóhanni framan á. Já. Ég myndi rukka á 600 millur. Já, og hún myndi vinna með. Aldrei undir. Ég myndi, kaupfélag Skaffinninga myndi bara, þeir myndi náttúrulega borga, þeir er að nóg að selja. Já, nóg til harmar. Hvað var það, 600 millur? Hendið inn á þetta fíbl. Þeir vantar peninga, talar um kaupfélagi, það er bara þannig. Og svo er það líka gaman að segja frá því að Two Guns fær mjög jákvæða dóma, nýjasta mynd Baltasars. Þannig að það er mynd sem ég hlakka til að sjá. Það verið að frumsýna hann í gær, eða ekki? Jú, virkilega flottur trailer. Ertu búin að sjá hérna, það er svona klippur á netinu. Var það frumsýnt hér? Nei, frumsýnt í New York. Ég hugsaði bara, ég fekk svona hálfgerða gæsáð. Þetta er nú svona ekta stjörnudýrkunin hjá mér. Bara Balti og Denzel og Mark Wahlberg að labba rauðadreilinu. Ég hugsaði bara, okkur er ég ekki þannig. Já. Hvað er þetta að gera þeim á F? Okkur getur ekki Balti tróðu okkur í einhverja mynd? Myndi að drepa hann eða? Góður vinnur okkar. Akkur ferð þú ekki bara til Bandaríkjun og verður bara leikstjóri, veit þið? Þú ert svona direktor í þér. Já, þú ert direktor, veit þið? Hefði ég verið að leikstjóra Two Guns og Balti og Mark Wahlberg og Denzel Washington í aðalhlutverki. Þú að labba með þeim eitthvað á rauðadreglunum. Já, veistu hver hefði verið hliðlega mér að taka köttin? Pétur Jóhann Hugl. Já,
Hver væri alltaf búið með? Hver væri með þáttinn en milli 4 og 6? Ég veit ekki, ég þyrfti bara að finna einhvern góða mann í staðinn. En ég myndi ekki vera að stressa með því, ég hef verið að leikstýra, Denzel og Mark Wahlberg. Jú, þetta er Kitty Blöndal, myndi ekki bara sjá þetta. Kitty Blöndal með FM 95 blöð með Britsaranum, Kitta blöð. Ég er alltaf að virka daga. Kitty blöð, maður. En það styttist hér í skemmtilegt atriði þar sem að Pétur Jón Sigfússon hringir í Ráðhús Reykjavíkur og vill fá að tala við sinn. Hvað? Ítta aðeins. Það er alltaf 3 slúður. Já, það var Rihanna, það var Johnny Depp og Baltasar. Já, ok, þau eru 3. Já. Herðu, og styttist í hvað? Styttist í að þú hringir í Ráðhús Reykjavíkur og vill fá að tala við Jónar, vin minn. Pétur Jón Sigfússon, sem Pétur Jóhann, töffarinn, súperstjarnan og vill fá að tala við vin sinn. Já. Heyra, hvernig ætlar að segja það? Góðan daginn, þetta er Pétur Jóhann Sigfússon hér. Get ég fengið að tala við Jón? Ekki missa þessu. Verslunarmannahelgin framundan og alls ekki ólíklegt að fólk sé í ferðahugleiðingum. FM 957 býður sem endranær upp á útilegubóks sem stútfullt af ýmsu góðgæti. Fylgstu með á FM 957 alla þessa viku og þú getur neltir í flott útilegubóks. Pakkinn inniheldur kælibóks frá rúmfattalægurnum, 2 kippur af appelsín krílum, Doritos Snack, pitmóla frá Nova Sirius, vegahandbókina til að vísa þér veginn, Duracell USB ferðarhæðslutæki fyrir síma og síðast en ekki síst gjafakörfu frá Durex, svo engin vaði hanskalaus í uppvaskinn. FM 957, gleðilega verslunarmannahelgi. Nýtt í bíó. Only God Forgives. I have just traveled 10,000 miles to see the corpse of my firstborn son. Frá Nicholas Winding Refn, leikstjóra Drive, kemur spennumynd með Ryan Gosling í aðalhlutverki. Only God Forgives. Sýnd í Laugarásbíó, Háskólabíó og Borgarbíó Akureyri. Frank Lampard og Fernando Torres hafa báðir látið David James verja frá sér vítu og fengið ekkert 100.000 króna inneignarkort í lok leiks. En þú geti gert betur en þeir í áskorandi leik Orkunnar og unnið þeirinn 100.000 króna inneignarkort. Skráðu til leiks á orkan.is. Viking Léttöl kynnir Diskókvöld á Hressó 50daginn 1. ágúst. Sir Densalot og DJ Katla sjá dansgólfi. Verið velkomin á Hressó. Alltaf frítt inn. Mýrarbollin verslunarmannahelgina á Ísafirði. Ekki bara drullusvað. Múkisson, Jónas Sig, Sníglabandið, Retro Steffson og fleiri. Glæsileg tónlistadagskrá á Ísafirði alla verslunarmannahelgina. Nánar upplýsingar á mýrarbolli.is. Drullaðu þér vestur. Show me the money! Sendu bara SMS í 1902 og við leggjum inn á þig. Smálán. Ekkert stórmál. Jæja, takkið nú vel eftir. Þá vorum við hjá Dominos búin að opna aftur í Skeifunni og þvílíkt og annað aðeins. Þú verður eiginlega bara að kíkja við og taka út staðinn og fá þér upp á pizzuna en í leiðinni. Sjáumst í Skeifunni. Dominos. Farðu á fjallahjúli þvert yfir landið. Notaðu orkuna. Euroshopper. Alvöru orkudrykkur. Með þolinmæðina að vopni getur maður orðið bestur í heimi. Egils gull, okkar bjór, Léttöl. Sjáumst á útihátíð í miðborg Reykjavíkur verslunarmannahelgina á Dillon í boði Thule Léttöl. Þú fær allt sem þið vantar í útileguna í Rúmfattalægurinn. Rúmfattalægurinn aðeins ódýrari. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hér á FM 95 blöð, Öðun Blöndal og hinn síkáti, Pétur Jón Sigfússon, hérna með mér. Já, skemmtikrafturinn síkáti. Skemmtikrafturinn og, já, trúður alla landsmanna. Já, það er rétt í Öðun Blöndal. Pétur Jóhann, litli bánsinn okkar allra. Já, Pétur, er þetta að heilsa mér? Er þetta, Pétur, hvað er að gerast? Hvað meina? Er þátturinn að byrja? Nei. Ég veit að ég er að fíblast í þeim. Það er hins vegar... Það þetta saman heil lengi, mann. Já, en það er hins vegar komið að, smá tilraunir okkur strákunum. Já, já. Við vorum alltaf með tilraunir bæði í 70 mínútum á strákunum, en þá var reyndar krullherra kjötbólan, tilraunamaðurinn. Experimento. Já, Sveppi Krull.
Já, hann var lélugur tilraunamaður. Já, hann var ekki nógu góður. Já, hann var ekki nógu góður. Nei, hann einhvern veginn náði alltaf að klúðra sínum tilraunum. Hann átti reyndar einu og einu góða. Jó, mér varst tannþráða tilraunin best, en það var að athuga hvort það væri rétt uppgefið í bóksunum hann að tannþræði. Já, með metrar og allt þetta. Stendur alltaf hvað þetta eru margir metrar að tannþræði. Já. Hann gekk úr skugum það. Já, það var líka gott, hann tók og setti hérna ópali í tannþráð, gleypti ópalið og náði að draga aftur upp úr allir ruglinum. En tilraun dagsins Pétur Jóngnar sem borgarstjóri Reykjavíkur. Já. Það nú góðu vinur þinn. Góðu vinur okkar beggja. Já, en svona nú töluvert betri vinur þið. Það nú unnið saman í vöktunum og verið saman í útlöndum og ég menna hann mætir í afmælið og heldur ræðu. Já. Góður félagi. Góður félagi. Við ætlum að athuga hvort að Pétur Jóhann Sigfússon geti hringt í Ráðhús Reykjavíkur. Já. Og bara fengið að tala við félaga sinn. Já, og hugsunin í rauninni á bakvið þetta svo að vera svona óta sínu tóta. Já. Svolítið svona byrja á því að láta vita þetta sért þú. Og hann daginn að Pétur Jóhann Sigfússon heiti ég, skilur, og taka pásu, óþæginda pásu, skilur, og eftir því að tóða svona leifa því að meldast aðeins. Leifa því að síga inn, þetta sé superstjarnan Pétur Jóhann. Já, og það finnst mér svo gaman að búa til óþægilega augnablík. Já, ég er sammálaður. Ég er að hringja núna, ertu tilbúinn? Já, ég er tilbúinn. Fyrir röðstöðinu berast. All of our agents are currently busy. Please hold. Reykjavíkuborg, góðan dag. Já, góðan daginn. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon. Já. Ég ætla að athuga hvort þú getur gefið mig samband við hann Jón. Jóngnar? Já. Hann er ekki að koma frí fyrir á morgun. Getur ekki bara tengt mig við gemsan hans? Ég er því miður ekki með hann. Ég gæti athuga hvort að ritarinn hans sé við ef þú vilt tala við hana. Já, takk. Já, augnablik. Svo aðtæmari. Þetta er ríkalega óþægilega. Það er enginn á tánum yfir að ég segja enginn. Hvað ritara Sigurlaug? Góðan daginn. Góðan daginn. Pétur Jóhann Sigfússon heiti ég. Já, sæll. Þetta, getur þú gefið mig samband við það Jón? Nei, ég get það nú ekki, Pétur. Hann er í sumarfríi. Já, bara, en getur þú gefið bara í samband við gemsan? Nei. Nú? Nei. Það hefur nú alltaf verið gert. Það hef ég aldrei gert. Ekki einu sinni fyrir Pétur Jóhann Sigfússon? Nei, ekki einu sinni. Hefur býtt aðeins, Pétur, augnablik. Já, takk. Það er allt vitlust. Unnur. Já, sælunur, þetta er Pétur Jóhann Sigfússon hérna. Já, sæll. Herðu, ég er að reyna að ná í hann Jón. Já. Þú getur ekki gefið mig samband við hann? Ég get ekki gefið þig samband við hann, en ég get beðið hann að hringja í þig. Þú veist, við erum vinir sko, hann að... Já, einmitt. Hann er staddur erlendis eins og er. Já, bara tengir við gemsan hans? Já, má ég hringja í hann og beðið hann að hringja í þig? Þetta hefur ekki verið neitt vandamál hingað til, bara að gefa samband sko. Já, það er bara, má ég ekki gera þetta svona núna? Ég er nefnilega þekki dagskrárna hans úti og veit hvað hann er að gera núna og... Búin að vera vinir í mörg ár sko. Við erum búin að vera vinir í mörg ár, Jón. Algjörlega, en ég bara veit hvernig dagskrána þeir úti, þannig að ég vil ekki vera að... En þú veist alveg hver ég er, eða ekki? Ég veit hver þú ert, jú. Já. Og veit þú ert að fara að hlaupa marathon, eða hálfmarathon? Já. Frábært. Þetta er besta mál. Gefðu mig samband bara við hann. Má ég frekar fá hann að beða hann að hringja í þig? Já, ég finn aðra leiðir. Ok, ég hringi hann núna, sko, og beða hann að hafa samband við eins fljótt hann getur og kannski hringir hann bara beint tilbaka. Nei, ekkert mál, ég hringi bara, þetta er ekkert mál. Er það ekki með númerið hans? Jú, ég hlýt að finna það hérna. Ég var með annan síma, sko, ég finna það er ekkert mál. Já, ég skilði, en það er ekkert mál að taka þið númerið eftir að hringi hann og beða hann að hringi þið tilbaka. Ok, ég hringi á aftur í þið bara. Ok, takk fyrir. Já, sumleður, takk, bæ. Mér var bara að líða óþægilega sjálfum. Þú veist alveg ekki ég er. Já, þetta er bara að hlaupa marathon. Sérðu, það er bara svona það sem ættir að vera dæktið fyrir. Þetta er bara að hlaupa marathon. Hálf marathon maðurinn. En það var allir byrjað að snúa sér. Allir byrjað að snúa sér í ringi þetta og benda. Herri, takk þú hann hérna. Hann vil tala við borgarstjóra. Þetta var skemmtileg tilraun. Ég er gaman að svona. Ætla þú er að reyna, hvað? Hvað ég ringi, ég geti hringt eitthvað hérna eftir.
Já, mér dætti myndi ringja kannski á... Þekki ekki borgarstjóran svona vel, sko. Mér dætti myndi ringja á fabrikuna bara og fá sambandið Simma. Sim og Jóa? Nei, ég veit það ekki. Já, tekum ásættir. Þetta var allavega ein tilraun í hús. Það er ekki alveg töff að ringja á fabrikuna, en ég skal taka einhvern spað þar og þetta kannski. Þátt í X-Factor í Breitlandi á sínum tíma, lenti held í 4. eða 5. sæti og er að verða bara superstjarna. Hann er að hitu fyrir Robbie Williams núna. Hvað er hann? Alla Evrópa, hann heitir Ollie Murs. Ollie Murs? Já, ég hef ekkert verið neitt gríðalegur aðdándans, en ég fíla þetta lag hins vegar í tællur. Já, þú gerir það? Já, mista flótslag. Þú hlustar á þetta þegar þú ert í ræktinni? Nei, ekkert í ræktinni. Nei. Beint. En svona, ég spilaði reglulega hérna í þættinum og hef hlustað á þetta heima líka. Hvernig æxlaðist þetta, hérna, þú ert með svona mar í kringum augað? Já, ég er með smá glóðura. Er búið að ræða það? Ég fekk á fótbolta. Hér í þættinum? Nei, en það erum við í útvarpið, það sér þetta enginn, sko. Já. Ég var í fótbolta og fekk olbúa. Fékkstu olbúa í andlit? Já. Á fótboltaæfingu? Já, og þess vegna er með glóðura. Er þetta eitthvað, ertu að spila í einhverju deild, eða? Já, 4. deild. 4. deild? Já, bara sprikla. Er til mikils að vinna? Nei, þetta er bara til að hafa gaman aðeins, sko. En hver var það sem að setja olbúa í andlitið þér? Það var nú bara óvart hjá stráknum, sko. Það var ekki viljandi. Þetta er endur ömurlegt, svona rétt við þjóðutíð, sko. En var hann hérna í þínu liði, eða? Já, við vorum bara nei, hann var á móti mér á æfingunni og við stökkum báður upp í skallabolta og olbúin hann fór óvart í auðvitað á mér. Þannig að þetta var óvart og baðst hann afsökunar. Já, ekkert alvarlegt, sko. Nei. En menn eru þarna, mikilvæg alvöru? Já, menn taka á því æfingum, það er alltaf. En hvað, ég minna, vantar ekki mann? Í liði? Það vantar alltaf menn, veistu eitthvað góðan? Veit ég eitthvað góðan, þú ert að horfa á hann. Já. Hvað er þetta að hlæja því? Ég var ekki að hlæja því, ég var að hlæja... Þú sé sendingarna sem býði yfir. Ertu góður í fótbolta, Pétur? Ég er ekkert góður í fótbolta. Nei, en okkur ættu við þá að vilja fá þig í liði? Af því að ég er bara baneitra sendingar. Ertu með góða sendingar? Já, það er svona hnitt með þær. Annað eins hefur ekki sést. En ertu þá bara svona batt á miðjunni bara? Stendur á miðjunni og ert að dæla? Já, ég er ekki mikið, já, það sjálfsögðu. Já. Ég er dælarinn. Flottur þannig. Og kallaði Pétur dælari. Já, það var reyndar ekki út af fótbolta. Nei, jú, það var út af fótbolta. Meir út af Peter North eitthvað. Nei. En ég minna, þú veist, ekki málið, sko, ef það vantar góðan mann. Já, þá ringir við. Það er eitthvað sem klikkar. Alveg pottitt, ég lofa því, þá tekku það þér. King Rikki G, hann er þjálfari, heyri bara í honum. Er Rikki G þjálfari? Já. Einhvern veginn sé ég það ekki fyrir mér. Hann er eitthvað fýtt þjálfari, sko. Er það? Já, ég er rónað með hann. Hvað mennur? Þið eru að spila í 4. deild, sagður það ekki? Já. Ok, það er úrvalsdeild. Já. Sem við erum að horfa á bara Pepsi-deildin. Já. Eða hvað þetta er. Já, og svo 1. deild. 1. Já, svo önnur. 3. 4. Já, og svo utandeild. Þú ert ekki henni? Ég er ekki í utandeildinni, nei. Þú ert í 4. Já, sem er og hvað heitir liðið? Það heitir Léttir. Heitir liðið Léttir? Já. Og hver er þessu liðið? Það er þetta skelfilegt nafn á fótboltalið. Það er alveg hrikar. Ég bara hefum heyrt. Hver er hrættu við liðið sem heitir Léttir? Hver á heiðurinn af þessu nafn? Ég veit það ekki, það er skelfilegt. Hver eru í þessu liði? Þú og hver? Heiðar Östmann er líkið. Það er fullt af fínum fótboltamönnum annars, sko. Já. Þetta er gaman líka, búið gott viður upp á síkasti og svona. Gaman að þessu. Og eru það að spila þess að einu sinni í viku? Já, cirka. Við ætla ekki að ræða, við vorum að spila í gær og það fór illa, en ég nenni ekki að ræða það. Og við hverja voruð að spila? Við vorum að spila við Vatnaliljurnar eða eitthvað líka. Nei! Þú ert að grína? Þetta er allt svona sem að sé bara að spila við, þetta er ekki flottustu nöfnin. Hvar spiluðu liðin Léttir og Vatnaliljurnar? Það spiluðu í Kópavogunum á einhverju versta gervigrassi sem ég stíði fæt á. Þetta var við hefum alveg geta keppt bara á svona litlu malavelli, sko. Alveg geta verið í garðinu með maður þér? Já, bara geta verið á svona steipu sem maður var á í gamla daga þegar maður var krakki á svona lítil mörk. Þetta var eins og að spila á steipu. Þetta er versta gervigrass sem ég stíði fæt á og ég held að hákáingar eigi þetta. Getur nú ekki verið stoltir af þessu gervigrassi sínu. En maður getur ekki beðið meira þegar maður hefur ekki meira hæfileika en það að maður er að spila í 4. deild. Þeir eru bara í 4. deild. Öllum drullu sama. Henduðum bara á gervigrassið. Voru einhverju áhorfandur? Já, 10-15 manns eða eitthvað. Þú líkur þessu? En þau létu heyri í sér. Hverjir eru að horfa? Það er bara fólk sem þekki, veist hvað, Tindastóll var í 4. deild eins og niður og það er, voru það ekki að skammast yfir það að vera að spila í 4. deild. En ég meina, og hvað, var þetta mamma eða eitthvað svona systur þínar? Hvað er þetta eitthvað bíla, eitthvað heldur mamma að koma hérna að styðja mig í 4. deild?
Flottur Utti. Þetta er gaman og það styttist hér í ræskjaran hjá Pétri Jóhanni, það styttist í sturglaðar staðreyndir og svo er DJ Muscleboy á leiðinni með nýtt lag. Hann er búinn að stera upp án þín, þannig að ekki missa því. Sverrir Bergmann búinn að syngja þetta lag enn einu sinni og ég held að sé bara Can't Walk Away sem hefur verið sungið oftar. Já, við skulum fá örstuð skilaboð, svo er það sturglaðar staðreyndir og ræskjaran hjá Pétri. Með þolinmæðina að vopni getur maður orðið bestur í heimi. Egils gull, okkar bjór, Léttöl. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Nú er fréttablaðið komið í spjaldtölvuna og snjallsímann þinn. Appið er aðgengilegt, einfalt og ókeypis í App Store, Google Play og Windows Store. Fréttablaðið, app sem þú þarft. Útvegsmennatið, það er engin kvóti á bátunum hjá Hlölla. Hlöllabátar, komdu borð. Bakpokar, sveppokar, tjöld og vindfengur. Allt á einum stað. Rúmfattalagarinn aðeins ódýrari. Epli, Laugavík og Smáralind. Pepsi Max og Túborg Léttöl kynna í samstarfi við N1 og Lenovo. Þjóðhátíð í Eyjum, 2. til 5. ágúst. Stuðmenn og sálin verða á Þjóðhátíð í Eyjum. Náður í mið á dalurinn.is. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið er yndislegt. Forrest Berries ís. Jójó. Thule Léttöl kynnir útihátíð í miðborg Reykjavíkur á Dillon Verslunarmannahelgina. Framkoma, Botleðja, Brain Police, Leaves, Blasrocka og Crew, Dimma, Esja og Herbert Gummarsson ásamt mörgum öðrum. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Gauti og Pétur Jóhann í FM 95 Blö. Já, núna í mæ heitir Emily de Forest og lagið er Only Teardrops. Frábært lag. Já, minnst ágætt. Gjörsamlega frábært. Alveg geggjað. Maður kemst alltaf í stuðum maður heyrir þetta. Já, styttist í ræskjaran hjá Pétri Jóhanni og svo er DJ Muscleboy á leiðinni með nýtt lag. Án þín búið að stera upp án þín. Já. Og setja það svona eitthvað skúter feeling. Ertu búinn að heyra þetta? Ég er búinn að heyra eitthvað af þessu. Þetta er náttúrulega Sverrir bara svo góður að syngja þess að þetta aldrei ljótt. Þurfti Sverrir Bergmann að syngja þetta aftur? Já. Já. Með í taktinu sem að lagið er í. Sko. Og DJ Muscleboy. Já. Hann á að sjá ballið í Eyjum. Húkaraballið á morgun. Á fimmtudaginn, já. Já, við getum rætt það líka hans við hann. Hann er að koma hér í spjalla eftir. DJ Muscleboy. Svo erum við náttúrulega í beinni útsendingu frá Eyjum. Ég, Steindi Junior og Gilsarinn á föstudegi. Já. En hvernig er það? Nú er búið að vera að gefa hérna miða á þjóðhátíð. Já, við gefum á eftir. Við gefum? Já. Voru við búin að minnast á það? Nei, við ætlum að gefa svona laugardagspakka. Það er að segja í Dallinn, í Herjólf og inn á svæðið. Eitt sólarringur, laugardags. Í Dallinn og Dallinn? Já, Dallinn og Dallinn. En fyrst ætlum við hins vegar í sturlaðar staðreyndir. Frábært. Ég ætla að segja hvort þú verður búin að gleyma þetta. Nei, ég er sko ekkert búin að gleyma þeim. Þetta er nefnilega þessi tími, sko. Já, svo er náttúrulega líka perriðin eftir. Það er nóg framdun hjá okkur strákunum. Þetta er búin að vera duglegir. Laka mikið til, en sturlaðar staðreyndir eru í miklu uppáldi á mér. Já. Þannig að mér er ekki til setuna búið. Þú kynna þær inn. Kæra hlustendur, það er komið að sturluðum staðreyndum hér í FM 95 Blö. Takk fyrir það. Þá byrjum við hér á fyrstu. Börn fá gáfurnar frá móður sinni en hæðina frá pappa sinn. Samkvæmt sturluðum staðreyndum. Já. Er pappi þinn lágvaxinn, Pétur? Ha? Hann Sigfús? Nei, hann er hávaxinn. Þú átti samt að fá hæðina frá honum. Pappi minn er óttalega stubbur, sko, þannig að ég fengi hæðina frá honum. Já. Ég er með þess að herri pappi minn. Þetta fær mann til þess að velta fyrir sér. Já, og svo náttúrulega gáðurnar og fær þær frá mömmuðinni. Þannig að mamma henni er greinlega mjög gáð. Þú ert gáðaði maður. Hakkaði fyrir það. Ég veit ekki hvort það sé mikið að marka þetta. Nei. Það er svona þegar ég hugsa út í það. En allavega, þá vil ég meina þetta á sturluðum staðreyndum. Þetta eru sturlaðar staðreyndir. Já, svo ferðu hér í næsta. Þú ferð í betra skap með því að brosa þó að þú þurfir að þvinga brosið.
Hún samt í... Þú áttu samt í góðu skapi. Já, þó bara gerfibrósir, það hjálpa þér að fara í betra skap. Já. Þannig að það að gera að brosa sem mest bara. Hvort þess að þvinga það ekki. Já, gott mál. Það spurðu starinn. Já, 95% fólks í sambandi, fólk sem í sambandi, verður stressað þegar að maki þeirra segir, við þurfum að tala saman. Já, þannig að þá líður fólki eins og að sé eitthvað aðgreinlega. Og ég fór að hugsa það er svolítið til í þessu. Já, ef að kærastæðin kemur til og segja, herðu, við þurfum að tala aðeins saman. Þá hugsaður bara, shit, hvað er ég búin að skýta á mig? Já. Hvar er ég með allt niður um mig? Nei, við þurfum bara, þegar börnir eru að sofna, þá þurfum við að tala aðeins saman. Já, það er einhvern veginn hljómar aldrei vel. Kannski er hún að fara að segja eitthvað fallegt við, en þið líður ekki þannig. Nei, það er alveg rétt hjá þér. Já. Svo er það hér, þannig að ef það er einhver að núti sem vilja stríða kærasta sínum eða kærustu sinni, þá getið þið tekið eftir hvað við þurfum að tala aðeins saman. Þegar það er mjög líklegt að það stressiðu upp. Sérstaklega, sko, ef það kemur segjan, ef það er slögt á sjónvarpinu. Já, þeir eru búin að segja þetta. Nú þurfum við aðeins að tala saman. Þeir eru búin að segja þetta við mann, sko. Nú þurfum við aðeins að tala saman. Svo þegar þú segir til fjárstyrningun og slekkur á sjónvarpinu, þá er eitthvað. Þá er bara eins og það er kildur í magan, sko. Já, rosalegt. Það er skelfilegt. Ég skal taka það bara áður að tala. Þú verður að fara að hengja upp þessa mynd. Já, þú verður að fara að gera eitthvað í þessu sambandi. Svo er það hérna. Í 3 tíma hafnaboltaleik er boltinn aðeins í leik í 18 mínútur. Og ég hef aldrei skilið hvernig kaninn nennir að horfa á þessa leiðindar íþróttmaður. Hafnabolta? Já, ég nægi ekki hafnabolta. Sem er baseball? Baseball, já, ameríski fótboltinn. Ég hef alveg gaman á honum og NFL, alveg frábært að horfa á það. En þessi hafnabolti, þetta er viðbjóður. Ég bara skil ekki. Já, í 3 tíma leik, þá er boltinn í leik í 18 mínútur. Hvað er það að gera? Hvað er það að gera restina af tímanum? Þeir eru að hrækja og klóra sér í punktnum og eitthvað og gefa einhver merki og þetta er ömurlegt að horfa á. Ekki eins og með boltan í leik? Nei, og svo það sem þetta gengur út og er að selja sér flesta pulsur bara upp í stúku, sko. Kaninn mætir þarna til að, sko, guffi sér bjór og pulsum. Já. Þetta er alveg ógeðsleg íþrótt. Alveg með ólíkinu. Já, ég þoli ekki þessi íþrótt. Svo er það hérna J.K. Rowling, þú veist hvað það er? Já, rithöfundur. Hún var búin að skrifa alla 7 bækurnar af Harry Potter 9 árum áður en fyrsta bókin kom út. Já, hérna. Þannig að spáði að þegar hún loksins fekk samningin, þá var þetta ljúft líf í henni. Hún átti bara 7 bækur á lager. Þurfti ekki að gera neitt nema bara að telja peninga. Já. Og það með þess að gaman að segja frá því líka, og ég hef nú verið með þessa staðreind áður, en það voru 17 útgefundur búin að hafninni þegar loksins einn útgefandinn tók sénsinn. Já, hérna. Gaman að vera að vinna hjá fyrirtækinu sem hafnaði henni. Herru, býttu, kom hún ekki hérna einhvern tímann þessi J.K. Rowling hérna til þín? Jó, og hvað? Ég menn, hún var að tala um einhverja galdra krakka og eitthvað, ég hafði engan tími í þetta. Bara virkaði mjög skrítin á mig. Einhverju miljardar farið í vaskina. Ég er með aðra bókina, maður, helviti góða. Já. Maður sem kynnist konu á einhverju eyðeyju. Ég fant að trúa þessari. Ég fant að trúa þessu, sko. Heyrðu, en segðu mér hana, var hann búinn að skrifa hvað? 7 bækur? Já. En veitu, það er ekki búið að gera svo marga bíómyndi? Jú, þetta, já. Er búið að gera 7 bíómyndi? Ég held að já. Nú, já, ok. Svo er það Ryan Gosling sem er nú stættur hér á Íslandi. Er hann ennþá hérna? Já, ég held að. Ryan Gosling og Mila Kunis. Já. Ekki er hún síður falleg. Þau hafa bæði bjarga mannslífi. Nú, hvað? Stundum starrend. Já, ekki bara fáránlega falleg. Þau hafa bæði verið valin sem sagt, hún hefur verið valin kynþokkafyllsta kona heims og hann kynþokkafyllsti karl heims. Já. Svo er þau líka bara bjargandi mannslífum. Já, kemur ekkert fram hvernig það gerist. Þau hafa bara bæði bjarga mannslífi. Já. Hefur þú bjarga mannslífi þetta? Því miður. Það hef ég ekki gert heldur. Nei, ég var til í það. Ekki svo ég viti allavega. Nei, ekki svo ég viti. Já, veist, ég hef ekki síðan einn að drukna og stokki eftir honum og synd mann í land, ekki það. Ég myndi örgulega að drekja manneskinni, ég er svo lýlegur að synda. Já. Ég ætti ekkert að hoppa út í. Já, þetta er ekki góður sundmaður. Nei, ég skil alveg. Og svo það eru 3 viðbót. Hvað segir þau? Áfram með þetta. Já, næsta. Leigubílarnir í Dubai, ég nefnilega veit að þú munt hafa gaman að þessari. Ok. Veistu hvernig löggubílarnir fyrirgefðu? Ekki leigubílarnir. Löggubílarnir í Dubai, veistu hvernig bílar það eru? Í Dubai? Já. Ferrari, nei Lamborghini. Lamborghini, Ferrari og Bentley. Já, hann er rúla löggan í Dubai. Ég ánægði með hann. Þetta getur bara þess að maður myndi vilja vera lögga, sko. Já. Bara setja sírunum á og vera bara Lamborghini. Já, þú ert líka ekkert að stinga þá af eða þú ert á Nissan Terrano. Nei, þeir náðir, sko. Já, bara ekki í neinu vandræði með það. Ég sá einhvern gamlan löggubíl hérna, þeir reyndar hættir að nota hann og það var Lada Sport hérna á Íslandi, sko. Hérna er menn ekkert á Ferrari. Nei, voru lengi vel alltaf svona Honda í Santa Fe. Já,
Hvernig það að ná einhverjum á hondum Það var glemt tíma. Þú voru bara að ringi eitthvað bara. Heyrðu, það var einhver bíll hérna á flegið fyrir maður. Ég náði hann ekki hérna. Það eru 2 eftir. Það er leikhús í Moskvu. Það sem eru bara kettir í aðalhlutverki. Nei. Jú, hver nefnir á svoleiðist og klæða kettir í einhverja búninga. Herri, þá er komið að því að setja upp Mary Poppins. Já, þú vart að fara á svið. Farðu á svið, gottur. Það verður aðeins að gera hlé á sýningunni. Aðaleikarinn er með stjörnustælar. Já. Það eru köttur sem neitar að fara á svið. Já, svo er fólk að mæta og horfa á þetta svona einhverju kattaleikus. Já, einhver svona fólk sem dýrka ketti. Mætir hérna til að horfa á ketti. Þú geti gert þetta þannig í Kattholti. Já, hún er með nóg. Við erum með kattasýningar bara. Kattaleiksýningu. Nennur þú að fara á kattarsýningu? Já. Leiksýningu? Já. Ég meina, hvernig ætlar að kenna ketti, veist, er þetta að fara bara á grís? Já. Er bara einhver heimilislaus köttur að leika Olivia Newton-John þarna? Það eru glæðið öðru vísi, heldur en að fara bara í borgarleikhúsi. Já, þú meina þeir breyta hans textónum og svona? Já. Þetta var ég held að það geti verið mjög snið. Já. Myndi seljast upp á þetta bara á augnablíkin. Taktu fyrir okkur smá kött sem er að leika í grís. Nei. Næsta starrend. Hvað er kötturinn hefur? Þeir eru ekkert alltaf bara. Nei, reyndar. Þeir eru mjög rólegir. Ok, næsta. Já, ekki bara næsta, heldur síðasta. Síðasta stjórnlega starrend dagsins. Já, setjum okkur stellinga fyrir það. Vin Diesel hefur spilað AD&D í yfir 20 ár, eða Advanced Dungeons and Dragons, sem er svona roleplay. Hver? Vin Diesel. Þarna Sterahaus? Já, leikari. Þú veist, sterkigæinn. Já, sem er í Fast and the Furious og þessum myndum. Já, er hann svona eitthvað tölvuspilari bara? Já, þetta, AD&D er sem sagt roleplay. Þá ertu bara með teninga og þú ert að leika. Ég hef spilað AD&D og spilað þetta þegar ég var að sögurkværi. Þetta er enda svolítið gaman, sko. Og ertu í skikju? Nei, þú ert ekki að tapar í ruglinu, sko. En þú ert með svona teninga til dæmis ef að segjum það er svona AD&D, Dungeon Meistari, DM. Og ég segi við hann, ok, hann er búinn að búa til svona heim og ég segi, ok, hvað sé ég? Og hann bara útskýrði, þú ert núna að lappina, það er kráðan, ég bara, ég ætla inn á pubin, þá er hann að leika hverju inn á pubnum og svona, þetta er alveg gaman, sko, en þetta er svolítið nördalegt. Já. Svo ertu með svona teninga og gengur allt út á teninga, ég ætla að höggva í hann, kastaði 20-lega tening, ég kastaði 20-lega tening og því herri sem tala hann því meiri líkur ég hitt hann vel. Ég vil mistur með hann. Já, ég er reyndar. Þetta er gaman samt. Og Vin Diesel, hann spilar AD&D. Og þetta voru sturglar staðrindir. Sturglar? Það voru sturglar. Hér eftir örskama stund ætlum við að fá ræskjaran. Þar sem Pétur Jón Sigfússon ringir og er að ræskja sig allan tíman. Svo er DJ Muscleboy rétt og mættur með nýja lagið sitt. Skandalösa veisla. Já, það er veisla í gangi okkur í dag. Já. Enda miðvikudagur fyrir þjóðatíð. Þetta lag er gott. Ég dilla með þetta. 60 gerðir af fartölum frá Toshiba, Asus, Apple og Acer í verslunum tölvulistans allt land. Traustmerki, lægra verð og mikið úrval. Tölvulistin. Túborg kynnir B5 næstkomandi 5-dagskvöld. Hreimur, Vignir Snær, Biggi Kára og Benni Brynleifs ætla að keyra þjóðhátíðina í gang á B5 á 5-dagskvöld. Lífið er yndislegt á B5 með Túborg. Fjörið hefst með Túborg. Komdu og prófaðu eitthvað sem er minna, en samt sem áður meira. Fiat 500, einfaldlega meira. Diesel.is og bílalíf, Kletthálsi. NetGiro, ný greiðsluleið á netinu. Skráðu þig á netgiro.is. NetGiro, einföld, örugg og þægileg leið til að versla á netinu. Tilboð alla daga vikuna millir 10 og 2. Ísbúðin Háaleiti, Garðabæ, Kringlunni og Smáralind. Þú getur séð allar upplýsingar á Facebook síðu okkar. Nýrvarningur, notadrjúar og fríðilegar flíkur með viðurkenndum vörumerkjum, Geysir Skólavörðustíg, Akureyri og Haukadal. Ef þú treystir þér ekki til að keppa í vítaspyrnukeppnina á móti sjálfum David James í áskorandi leik Orkunnar, þá ættirðu samt að skráði til leiks á orkan.is. Ég er viss að þú þekkir einhvern sem væri til í að taka víti fyrir þig. Orkan. Notaðu Orkuna og sendu út í Viðey. Euroshopper. Alvöru orkudrykkur. Eldhúsið okkar opið alla daga 11:30 til 21. Glæsileg útiaðstaða við Austurvöll. Home. Austurstræti 12.
Snyrtistofa fyrir hann og hana. Indiana.is. NetGiro. Einföld, örugg og þægileg leið til að versla á netinu. Epli.is. Raspberry ís. Jójó. Allt í fríið og ferðalagið. Rúmfattalagurinn aðeins ódýrari. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa. Litríkt á bragðið. FM 95 Blöð með ykkur hér á FM 957. Auðun Blöndal og Pétur Jóhann í Fanta Feeling. Fyrir ykkur sem að hlustu á þáttinn í síðustu viku og tók Pétur nýtt símtal þar sem hann var að ræskja sig. Þegiðu þetta. Þetta fannst þetta svo skemmtilega. Alveg ríkalega leiðilegum. Nei, ákveð heldur í alvörinu Pétur að ég sé að biðja að gera þetta aftur en mér fannst þetta ekki fyndið. Ég geti þetta ekki. Það mátti vart á milli heyra hvort þetta væri ég að ræskja mig eða gera eitthvað allt annað. Eða bara hvort þú væri að fá það. Já, ég skal taka það fyrir þig og uppáldið þitt. Ég skal panta skeytu eftir í staðinn. Já. Hvernig líst þér það? Ég skal taka það einn. Ok, þannig að þú tekur þetta núna. Já. Hvert viltu þið hringi? Við viltu vera að tala þegar þú ert að ræskja þig? Það er gaman eitthvað svona rútufyrirtæki. Eitthvað rútufyrirtæki, ok. Eitthvað svona túristatengd. Þetta ekki flóknar leikreglum. Pétur hringir og er að tala við eitthvað, en í bölvuðu vissinni með röddina og... Já, þetta tilbúið. Sko, þetta fyndið, ég lofa þér. Já. Ekki vera í þessu. Nei, ég er að koma mér í gírinn. Ævintýri Jón. Já, góðan daginn. Ég er með svona lítinn túristahóp sem að mér vantaði rútubifrið fyrir það. Já. Þetta eru bara 15 manns. Hvenær það? Það fara bara þennan hring þarna, Gullfoss og Geysi og það. Já. Þetta yrði 18. ágúst. Já. Ég þór alveg að lofa því. Hvað segirðu? Ég þór alveg að taka það að mér. Já, en ertu með svona litla rútur? Já. Og hvað kostar þetta ef við förum bara þarna Golden Circle? Sannlega 90. 90 skall? Já. Það er nú miklu meira. Þetta er í bjóst við. Já, Þarf ekki hægt að fá það eitthvað ódýrara? Þetta eru bara eldri borgara, eða svona eldra fólk. Já. Prófa að senda það í mig og við skulum bara skoða þetta. Hvað segirðu? Prófa það bara að senda mér e-mail og við skulum bara skoða þetta. Já, hvað er hérna netfangi hjá þér? Info@snorritravel.is. Hvað sagðirðu? Fyrirgefðu, hvað sagðirðu? Info@snorritravel.is. Info@ Snorritravel. Snorritravel, já. Punkturis, já. Herðu, ég sendi þér tölvuport, við erum 15 manns, þetta er 18. ágúst og það er Golden Circle og það er þá hérna og er stoppað í þeirri ferð einhver staðar og fengi sér drykki og annað. Já, það er stopp á því og þau þurfa þá að skaffa það sjálf eða er það inn í 90.000 dólarum? Nei. Það er ekki inn í því? Nei. Herðu, já, ég sendi þér tölvupóst, þakka þér innilega fyrir þetta. Já. Hvað er hann? Hefur þú gaman að þessu? Ég er búin að grenja þetta er bara nýja uppáld, þetta er nýja uppáldin mitt. Þú ert að grínast þetta, þú ert leiðalúr maður. Hvað meina, ég er að hrósa þér, ég er að hlæja því ég er svo gaman að þér. Ég held að þú sett bara að hlæja þess að ég hef gaman að þessu sjálfur. Nei, mér finnst þetta bara æðislegt, það er líka alltaf svo fallegt að þú ert að fara að hlæja sjálfur og svo gerist það hann fattaði samt ekki. Þá var röddin farin hennan daginn. Já, en það var þess virði, þetta var Pétur Jóhann að ræskja sig. Ætlar þú ekkert? Jú, ég ætla að taka fyrir símaskeyti. Alveg rétt, já.
Hérna gamli Perrin. Já, hann fyrir að panta. Lestu þetta svo upp fyrir mig? Lestu maður heyra þetta. En þetta var Raskjarinn. Það nýja nafnið. 95 blöð á FM 957 og það komið að karakter sem í uppáttíðar Pétri. Já. Og þetta Hann Steppi á bóli. Já, þetta Steppi Perri, eins og ég kalla hann, Steppi Stolker. Steppi Stolker. Já, og hann hann pervert. Já. Og hann ef hann ekki að biðja símskeiti, þá hann að auglýsa eftir einhverju drasli. Hann alltaf, hans aðalsmerki að láta fólk lesa upp fyrir sig eitthvað texta. Hann vill heyra perraskapinn í sér. Hvernig hljómar þetta þannig núna? Og ég að spá í að breyta til núna. Já. Og óska eftir meðleigjanda. Já. Hver get ég hringt svona, veist, og fengið svona smáauglýsingu eða eitthvað, en bara svona víku fyrir eftir eitthvað, það ekki lót. Jú. Keflavík. Já. Það ekki? Það held ég að sé góður kandidat í þetta. Já, tjekkum hérna á þessu. 1 fyrir skiptiborð, 2 fyrir auglýsingadeild, 3 fyrir fréttastofu. Víkufréttir, Fúsi. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég ætlaði að setja inn auglýsingu hjá okkur. Já. Er það ekki hægt? Ég ætlaði að auglýsa eftir leigjanda. Eftir að vera smáauglýsingar? Já. Gerir það á netinu? Nó. Verðan á waffer.is, það smáauglýsinga. Ég bara bý ekki svo vel. Býr ekki svo vel að á ekki 12 kringu þig? Nei. Ha? Nei. Ok. Hvenær ertu að spája að gera þetta? Næstu viku eða? Já. Ertu alveg vissum að engin 12 kringu þig? Já, alltaf. Þú bjóður på miklu ódreða lausni og fer bara ekki netið með þetta? Já, ég ekki með það, ekki í dag allavega. En það líkur ekkert á þess, það kemur ekki fyrir sko í blaði eftir 2 vikur, 15. ágúst. Já, en er engin séns fyrir mig að gera þetta bara í samstarfi hér með ykkur? Jú, það kostaði bara meira. Já. Hvað kostaði það? Kostaði 1300 og gerir þetta í 12 og kostaði þetta 1330 en 2500 og gerir þetta í síma. Já, þá verður við bara að gera í síma, það alltaf í lagi. Ok, herru, ég ætla hérna í tökum lík. Takk. Hvað var standi í henni? 39 ára gamall karlmaður. Óskar eftir leigjanda. Já, reyklaus helst. Ekki segja bara reyklaus? Jó, það er kannski betra. Nú er það algjörn í dag. Þetta fer. Já, nákvæmlega. Ég vil ekki að það sé reykt þarna. Og handsterkur og góður á heimilinu æskilegt. Þetta er handsterkur og góður á heimilinu? Já, eða svona handlægin. Hann getur hjálpað mér. Það er ekki að segja bara handlægin þá? Handlægin og handsterkur. Handsterkur og handlægin? Já, frábært. Hann þarf að vera orðin 20 ára aldurstakmark. Og eitthvað svona sætustrákur. Viltu setja það í auglýsinguna? Með hvað? Aldurstakmarkið? Nei, sætustrákur. Já. 39 ára karlmaður óskar eftir leigjanda, reyklaus, handsterkur og handlægin, 20. Ok. Hvað meira sem við koma fram með það? Já, bara þetta með sætan strák. Það er eitthvað meira það? Hvað eru ofta svona, nú hef ég aldrei verið með leigjanda áður, sko. Hvað eru svona auglýsingar langar? Nei, það er bara sagt, bara í stuttum orðum, 30 ára karlmaður óskar eftir meðleigjanda, heitir þetta víst? Já, meðleigjanda, já. Já, og kannski á ég að setja verðið eða bara setja símanúmer, eða hvernig virka það? Upplýsingar yfirleitt bara í síma. Já, en hvernig er þá auglýsingin? Þetta er auglýsingin? Núna, eins og við, hvernig, ef þú lest hann upp fyrir mig, hvernig hljómar hann þá núna? Hvernig hljómar hann? Já. Bara 39 ára karlmaður, óskar eftir meðleigjanda, reyklaus, handsterkum og handlagnum, aldurstakmark, ég ekki segja bara að vera 20 og sætu strákum, ég lýst nú ekkert á þessu auglýsingu þar, ég er nú að segja eins og þess. Nó, og svo náttúrulega bara upplýsingar þegar ekki? Jú, hvaða síma vil það hafa? Það er bara 868-9905. Finnst þér kannski að hafa bara myndalögu strákur, hljóma það betur? Nei, ég fyrir ekki ráðu hvernig verður það, mér lýst bara ekkert á þessu auglýsingu heilt held ég. Þetta er ekki miklu betur að hafa bara óskil bara eftir meðleigjanda. Upplýsingar. Já, bara hafa þetta... Er þetta eitthvað að stríða mér eða? Það fjóka eða? Ég heiti Auðun Blöndal og við segjum að við setjum Pétur Jón Sigfússon. Já, góðan daginn.
Ég var bara, hvenær ætlar hann að fatta þetta? Þetta var svo einlægt ég er svo ánægður með herðu þetta bara, þú setur. Ég líst ekki það að segja. Það verður maður bara virðing fyrir kúnanum sinu. Ég meina, kúnanum eru margslegir. Já, þú varst þetta virkilega kurteis og almennilegur. Ég byrst afsökun á það baka. Já, ég meina þið eru velkomni, þið eru snillingar í því. Hvað fyrir það? Þetta líka svo... Ég myndi ekki hafa þetta. Ég myndi bara hafa þetta meðlegandi óskast. Já, það takk aðeinslega fyrir þetta og afsaka ónaði. Ekki málið. Það er skemmt ykkur vel. Já, sömuleiðis. Takk. Já, þeir eru hressir þarna á Víkurfréttum. Ég var ánægður með hann. Það styttist í DJ Muscleboy. Takk fyrir að gera þetta, Uti. Já, ég enda myndur vilja leiða með þessum manni? Já, ég var alveg til að leiða með hann. 39 ára að leitast til að, hann var bara basically að auglýsa við Toyboy. Hann var ógeðslegur að Stebbi Stólker. Já, samt, hann er svona milli. Já, hann vill vel. Já, hann vill vel. En við ætlum að fá hér eitt lag, svo DJ Muscleboy er mættur hér í stúdíóið, hann er með splungun nýtt lag, hann er búinn að stera upp án þín. Við ætlum að ræða við hann húkaraballið og heyra þetta nýja lag, þannig ekki missa því. Því líkur heiður að fá að sitja þetta með þessum manni. Nei, ég er með honum okkur einasta förstu. Já, ánægð með Pétur Húð. Mér finnst hann líka svo viðkvæmur. Þú veist, maður sér hann oft í fjölmiðlum, maður býst við að hann sé einhvern veginn uppfullur að sjálfum sér, svo er þetta bara viðkunnarlegu drengur á jörðinu. Við skulum sjá til. Við ætlum að ræða við hann og heyra nýja lagi hans eftir smá. 957.is og verður tilbúin að fá símtal sem gæti komið þér á hennar yndislegu þjóðtíð í eigum. FM 957 og Túborg, því lífið er yndislegt. Fjörið hefst með Túborg. Með þolinmæðin að vopni getur maður orðið bestur í heimi. Egils gull, okkar bjór, Léttöl. Naturfrisk Engifjöröl. Ferðaglaður góstrykkur. Stundum þarftu smá lán strax. Þá þarftu smá ást. Múla býður upp á skammtímalán. Múla.is. Peningar á mannamáli. Vertu á verði. Taktu myndir af verðhækkunum með farsímanum og sendu á vertuáverði.is. Stöndum saman og rjúfum vítahring verðbólgunar. Landssamband íslenskra verslunarmanna. Orðin leið á sömu gömlu tuggunni. Prófaðu Mentos tyggjó og upplifðu fjörið. Nammiland. 50% afsláttur til mánudags. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Ertu á leiðin á þjóðhátíð og finnst þér leiðilegt að tjálta? Kíktu á rentatent.is. Ert þú í fjölskyldualbúmi Prins Pólo? Prins Pólo, hluti af fjölskyldunni. Stærsti viðburður í íslenskri hestamennsku. Heimsmeistaramót íslenska hestsins í beinni frá Berlín. Allir dagarnir í beinni útsendingu frá morgni til kvölds. Sjáðu flottustu fáka landsins keppa á glæsilegu móti. Íslenskir hestar frá 15 löndum taka þátt í mótinu og þú getur fylgst með því frá upphafi til enda á Stöð 2 Sport. Eitthvað sem engin hestamaður má láta fram hjá sér fara. Heimsmeistaramót íslenska hestsins á Stöð 2 Sport. Fáðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Útsalan er í fullum gangi. IKEA. Þetta eru grillveðurfréttir Egils appelsín. Nú beinast öll grillspjót af veðrinu þar sem stærsta grillhelgi ársins er að ganga í garð. Á föstudag verður brakandi sól á vestanverðu landinu, hljómar eins og lærisneiðar og ágæti skilyrði annars staðar. Fólk á Austurlandi gæti þó þurft að sjóða sér ísu. Laugardagurinn verður hlýr og þurr vestan og sunnanlands en á Norðurlandi gæti þið þurft að grilla inn í bílskúr. Sunnudagur, nælon, á mánudaginn verður best að skella einri ískaldri appelsín í gríminn á sér og slappa svo af. Góða stundir. Það er Egils appelsín sem færir þér grillveðrið. Ekta íslensk upplifun. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa,
litríkt á bragðið. Þið eru að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Auðun Blöndal og Pétur Jóhann Sigfússon með ykkur til 6 í dag. En eins og þið heyrðuð áðan kæru hlustendur, og þá erum við konum með góðan gest hér í stúdíóið. Hann er nú meðstjórnandi minn á föstudögum, heitir Egill Einarsson en kallar sig þessa dagana DJ Muscle Boy, og ætla ég að ávarpa hann sem DJ Muscle Boy. Verður velkominn. Velkominn. Takk. Þú var að tala ensku? Nei, það var gaman. Það var gaman. So welcome, DJ Muscle Boy. Nice to be here. How you been doing? Nice to be here. Yeah, you're looking good. Thank you. You too. You're a beautiful man. So tell us the backstory of DJ Muscle Boy. Where are you from? Who are you? Kópavogur. Kópavogur. Yeah. Okay. Grew up there and started lifting weights when I was 11. Great. How early are you when you go into your music? And then I mean deep into your music. 4 years old. 4 years old. 4 years. Yeah, I made my first mix when I was 4. Yeah. And music has always been your dream, or? Yeah, and bodybuilding. That's why I'm DJ Muscle Boy. And so now you're just living the dream, huh? Yeah. Lifting Got a huge weights. gig on tomorrow, actually. On Thursday. That's Thursday. The Hawker Dance. In Westman Island. Yeah. The Hawker Dance, great. Hann mættur hérna Egill og velkominn. Nú ekki oft hérna á miðvikudögum. Nei, það er svolítið skemmtilegt. Og þú með þess að verður ekki hérna á föstudaginn, því við verðum í Eyjum. Nei, við verðum live frá Eyjum. Hversu mikil veisla verður það? 900 grillmaður. En þú ákvaðst að frumflytja þetta lag í mínum, hérna á miðvikudögum. Hjá þér. Hjá okkur, hjá mér. Þessi ég. Ég hefði getað komið í gær. Já. Ég ákvað Hvað, er það eitthvað mótið sveppaða? Nei, bara þetta, ég elska PJ, Sig Fusion. Sveppi hefði ekki kunnað að metta þetta. Nei, við líka vorum að frumflytja annar lag í gær. Unnur Eggerts var hérna gestur okkur í gær með splungun nýtt lag. Það er svo derfitt að vera með nýtt lag á hverjum degi, sko. Það er bara rastnalett. Já, fyrir utan það, við eitthvað Sveppi var að láta mig líka spila í þættinum í gær. Já. Nei. Lögin sín, þetta er rottulegin með honum. Hann sagði, veitir, settu 2 lög með mér inn í kerfið, hlusta á þetta. Látt í burt bjó lítil rotta. Hún bjó í landi. Það var ég að spila í gær í þættinum, bara því að hann var gestastjórnandi. Var hann að gefa út plötu? Já. Já, alveg rétt með Villa. Svepp og Villi gefa plötu. Þú ert að fara að spila aðeins harðara lag eftir Muscle Boy þetta. Já, þetta er fyrsta lagi sem DJ Muscle Boy gefur út. Já. Ég varð að hendi mitt eigin mixmark, goddammit Gump. Af því að þeir eru í þessu náttúrulega David Guetta og þeir. Þeir eru náttúrulega... Já, Guetta er að mixa sín eigin lög og Tiesto og ég vildi ekkert vera, veist, ég bara herm eftir þessum meisturum. Já, vildir ekkert vera minni maður. Nei. Og það er ekkert smá lag sem að er búið að remixa. Já, ég minna að þú og textan á þessu lagi, þú þekkir þetta lag. Já, ég og Binni. Já, þú og Binni eigið textan. Af hverju þetta lag? Af hverju án þín? Út af því að... Fyrsta lagi, þetta er mínu uppáhaldslög. Er það? Já, og þegar ég fer til þetta er danska kró og Sverri er að syngja, þá er ég mjög leiðilegur þangað til hann tekur lagið. Ég öskar á hana non-stop og öskar alveg án þín Video Game Boy og er alltaf öskar á hann þangað til að syngur án þín og þá haga henn, þetta er svo maður. En þegar Blöð var með þykkt hár á sögugróki, tvítugur að semja textan á þessu lagi og það var svo vinsæl. Varstu aðdáðandi að laginu þá, þú varst tvítugur? Með það máli? Ég var huge fan. Ég var í Eyjum 2000 þegar hann tóka. 2001, já. Ég var fremstur bara held ég á sviðinu. En varstu þegar þú eru samt í lagið, varstu bara upp í rúmi á bossanum með blað og blíjant alveg að sömu stellingu og sendur ástæðanbyrðið, þú varst 16 ára? Nei, ég var í rútu. Já, við varum í rútu. Búin að renna nokkuð niður og... Nei, reyndar ekki. Blá edrú. Og hver tekkaði lagið inn? Hver breytti þessu Bon Jovi slagara í... Binni var bara með á gítarnum. Binni var bara á gítarnum? Já, Busterinn. Þetta er æðislegt. Já, og... Ég ákvað að stera þetta lagu upp. Já, það búið að þetta er Magnificent Song, Blondell og textan. Og Video Game Boy syngur. En þú ert ekki að taka bara lagið eins og kom fyrir og setja eitthvað techno-beat yfir það. Sverri er ekki að syngja það aftur. Sverri er búin að stúdíu síðustu daga. Hann er nokkuð sönnum og hann er alltaf vangið um söngvari. Hann er sennilega besti söngur í Íslands. Já, við erum ekki heimi. Menn voru ekki að kasta til hendinni í þessu. Og síðan er bara búið tekno þetta vel upp. Þetta er veistla. Eða að heyra lagið áður og höldum áfram að ræða Muscle Boy. Já, ekki bara keyra það í gang. Því að ég er persónulega orðin forritin. Ég er búin að heyra það eins úr þessu en ég er ekki búin að heyra það í heild. Þetta er frumflutningur. Keyrðu þetta bara í gang og hallið ykkur aftur og fáu greint korona. Hér er frumflutningur DJ Muscle Boy og Sverri Bergmann eða Video Game Boy með án þín í splunkunionarium eins og strákundur á FM kallaða. Ástin er með lífið og því fær enginn breytt.
Ég elska þig svo lengi og alltaf. Nýjum búning án þín með Sverrir Bergman og DJ Muscleboy. Thank you! DJ Muscleboy situr einmitt hér í stúdíónu okkur. Það vantaði meira af þessu. Gilsarinn. Thank you! Já, sko, það er nefnilega það sem hann gerir. Hann Skúter? Nei. Skúterinn? Öskur? Nei. Sköllótti, hver? Sköllótti sem er með öllum. Já, hérna Pitbull. Pitbull. Já. Ekki segja sköllótti sem er með öllum, segðu bara Pitbull. Sem er með öllum í lögum. Já. Hann vissi ekki sko, við eiginlega átt að rífast hversu vinsæll Pitbull er. Já. Pétur vissi ekki eins og hvað hann heitir. Nei, ég var búinn að gleyma því. Öllum hann í lögunum. Hann er alltaf gasbrand inn í lögunum. Það vantar meira. Það eru vel að mjá, átti að öskra meiri en einn. Ég vildi henni ekki vera kaffara lægjunni í öskurum frá mér. Þú er líka að geta tekið, skilur, gópabúður. Það er bara mín skoðan, mér finnst það vangið flott sko. Já, það var bara virkilega vel gert. Þakkaði fyrir, Peter Johan. Ekkert af þessu. PJ Sig Fusion. En ertu ekki orðin spenntur fyrir húkaraballinu? Jó, þetta grínast það. Það er sólarhingur í að ég mættur eigin að byrja að gera mig kláðan. Já, þetta verður þitt fyrsta svona, þetta verður þitt stærsta gig. Já, þetta verður stærsta gig. Og ég er búinn að græja eld. Fire. Eld? Hvað er ekki til kveikjar þarna í Vestmannaeyjum? We will have fire. Og hvernig ætlar að fara því? Ég verð með svona eldspúandi meistara sem eru beru ofan. Já, ok. Og spurði mig hvað ég er með marga. Þetta er vanlega með einn, mestalega með tvo. Mestalega tvo. Hvað er ég með marga? Hvað ertu með marga? Ég er með 10. Þetta með 10? Eldspúandi kallmenn? Já, út allt gig. Ég ætla með 2 upp á sviði, 2 upp á þaki. Út allt gig, ekki hafa það nýra á gólfi að spúa bara. Það verður eldur út allt. Það kveiknar leikli í einhverjum. Ok. Þetta verður veistla. Og Pétur, ef ég sé þig ekki á hlýrabólum fremst með glóðstökk. Hefur séð mig í hlýraból? Það er sorglegt sko. Nei, það ferði mjög vel. Það er í hlýraból? Já. Það er alveg mjög flott hjá henni. Ég man eftir nokkru sketsum í Svínasúpunni sem var til hlýraból. Já, það er bara, Þú ert mjög vöða mikill. Nei. Já, ég hvet alltaf til þess að kíkja á húkaraballi. Þar verður DJ Muscleboy í essinu sínu. Mér lókar samt aðeins. Þú ert að fara að spila þarna heilt ball. Þetta eru 3 tímar, eða ekki? Já, Muscleboy er yfirlt með 2 tíma session. Já. 2 og 10. Ég ætla að blasta nýja læginu með Sverri. Ég var að segja Sverri á hann. Sverri, drullaði með mér hérna og syngdi þetta live. Já. Ekki hann allt niður því. Já. Hvað sagði hann? Hann er bara, veist hann nýr. Já, hvað séu þú? Ég veit ekki. Drullaði á eiginu. Syngdi þetta live. Sagði hann? Ég sagði þetta við hann. Ég sagði þetta tvisvar við hann, sko. Hann er eitthvað erfið með það, sko. Þú ætlar hann að koma og syngja þetta fyrir fólkið live. En ég er með 2 tíma session. Síðan er King Ricky G, Kingvi og Peter Wellmunder sem er líka að hitta upp fyrir Gilsarinn, sko. Allt menn hér á FM? Þetta er FM ball, sko. Og þetta er á Höfn. Og þú ert alveg búinn að ákvæða hvað það að spila, þú veit ekkert. Ég hef búinn að undirbúa þetta gegn núna. En að fólk má eiga vona á því að þú er alveg undirbúinn. Þetta er ekki flókið, herðu, hann röltir hérna með þessa vöða sína, ítir á play og skvettir svo í sér 2-3 göldum. En ég minna, getum við ekki fengið eitthvað smá fórslag? Ég mun líklega að fá mér 1-2 galda. Hörðu, Pétur, þú ert að fara að hlaupa eða ekki? Já. Hvað er langt í það? Það er 24. ágúst. Ég skal gefa þér gríðaran heiður. Ég skal hendi 10 laga playlista fyrir þig. Nei, dreftum ekki. Þú getur verið með hann í marathonhlaupinu. Þú ert að gríma svo búið stíga til höfuðsetta húkaraball. Ég skal hendi 10 laga playlista fyrir þig. Nei. Gerðum reitt greið. Ég trúi þessu. Gerðum reitt greið. Nennu ekki að setja playlista fyrir mig. Þetta var ég ætla að henda honum hérna út svona áður í æli. Þetta var stígum til höfuðsett saman. Nýja lagið. Já, nýja lag verður, séu ykkur 9 önnur. Ekki færri heldur 2 með skúter. Nei, 2 með skúter. Það voru 7 lög eftir. Já, þannig að svo má það bara... Viltu eitthvað með John Wayne eða Basshunter? Já, Basshunter, ég verði ekki... Það er strákar, þið rögt á hendunum á lista hérna. Takk fyrir komuna, Muscleboy. Já, ef við ekki enda þetta... Við sjáumst aftur á föstudaginn. Já, við gangið vel með húkaraballi. Við verðum eins og segir í beinni frá 900 grill. Þá förum við að sé yfir hvernig gekk á mér á húkaraballi. Hér eftir smástund ætlum við Pétur Jóhann að gefa 2 miða í, Herjólf og inn á svæðið á laugardeginum. Þetta er leikur sem er í gangi á Facebookinu okkar. Þekkið það svo. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. 957 og Pepsi Max. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1 og Lenovo. Þjóðhátíð í Eyjum 2. til 5. ágúst.
Framkoma, Guskus, Páll Óskar, Retro Steffsson, Ásgeir Trausti, Stuðmenn, Bubbi Mortens, Sálin, Helgi Björns og Skálmöld. Brennan, Blísinn, Brekkusöngurinn, Flugeldasýningin og stemmingin. Náður í mið á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið yndislegt. Vissu þið að með smá lánum Kredja lánsupphæðin lögð beint inn á reikningi þinn leið og hefur sendt SMS í... Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hjá þér. Kredja, einföld þjónusta. Ferskur, svalandi og bragðgóður orkudrykkur. Mad Krokk, það sem þú þarft. Viking Léttöl kynnir. Diskókvöld á Hressó 5. 1. ágúst. Sir Densalot og DJ Katla sjá dansgólfið. Verið velkomin á Hressó. Alltaf frítt inn. Fyrir 10 GB getur þú hlustað 4980 sinnum á Lífið yndislegt, sjáðu. Engar áhyggjur á 500 krónur. Tal. Hjá Múla kostnaðurinn alltaf sýnilegur. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. 50% afsláttur í púl til klukkan 8. Biljardbarinn í Faxafinni. Naturfrisk Engifjöröl. Geislandi góstrykkur. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blö, Öddi og Pétur ennþá með ykkur hér. DJ Muscle Boy hefur yfirgefið svæðið og farinn örugglega að lyfta með að borða. Einu sem hann gerir, það er ekki fann að lyfta, þjálfa eða borða. Já, örugglega. Hann gerir ekki mikið annað. Nei. Lyfta, þjálfa, borða. Já. Þetta nú meira lífið með. Já, en hann ánægður með það. Já, hann ánægður með það. Sökum honum fyrir komuna. En við erum hér á fleygiferð. Við erum að fara núna stærsta ferða og djam, helgi. Já, Vestlumhelgi. Jó, hún að detta hérna og við erum að fara núna að ringja og það þýðir ekki fyrir ykkur að ringja inn kæru hlustendur því að við erum að fara að ringja sjálfur í einhvern sem að skráði sig á FM 957 Facebookið og það sem að í boði hérna svaðapakki og fólk fór eins og ég segi inn á FM 957 Facebookið. Það stóð, viltu skrepp á þjóðhátíð á laugardeginum? Ásgeir Trausti, Guskus, Retro Steffsson og fleiri frábæri koma fram. Herjólfur, sem sagt það sem í boði núna, Herjólfur frá klukkan 4 til 7 út í Eyju og tilbaka 6 morgunin, sem sagt sunnudagsmorgun. Smeltu like og kommenta undir í símanum aldrei veitur að þú fáir eitt svona glæsilegan laugardagspakka. Og það eru 1000 manns búin að skrá sig þarna og þetta rosalega gaman, segjum að þú ert að vinna helgina eitthvað. Þá actually verið að bjóða þér þarna að kíkja frítt á laugardi og ferð svo bara heim á sunnudagsmorgni. Já, þetta bara rausnarlegt og gott. Já, og ég búin að draga hér og þetta fyrir 2 og nú ætlum við að ringja þetta númerið. Það þýðir ekki að ringja inn því að við erum að ringja í hlustanda, skulum sjá. Ok, þetta verður spennandi maður. Já. Hvernig ef hún svarar ekki til þessi og þá ringja bara eitthvað annað númer? Þá skrollar bara svo. Ömulegt þá fyrir Hildi Guðmunds sem að ringja núna. Já. Hildur Guðmunds 3 barna móðir sem að vildi endilega kíkja þarna á laugardeginum. Hún ekki að svara í síma? Hún ekki að svara á maður. Hún ekki að hlusta á FM 95 Blö? Halló? Hildur? Já. Komdu sæl og blessuð. Hæ. Auðun Blöndal heiti ég og beint á móti mér situr Pétur Jón Sigfússon. Já. Sæl og blessuð, Hildur. Sæl og blessuð. Hvernig hittum við á þig? Herðu, svona semi, ég aðeins í vinnunni. Hvað það að spá? Nei, við ætlum bara að heyra aðeins í þér. Heyra aðeins í mér, já. Hvað ykkur? Hérna, hvað það að vinna? Herðu, ég að vinna hjá henni Þóru minni, sem ung kona sem þarf aðstoð mína. Já, og við ætlum að gleðja það eins. Ég var að draga þig hérna út og ætlaði að bjóða þér á þjóðhátíð á laugardaginn. Nei, hættu þessu. Já, þeir ekki að báta móðir sem vildi fá að kíkja eins. Ég vissi snilling
peningar eru þið? Þetta er ekki að grína. Nei, þannig að þú ert búin að vinna frýtt fyrir 2 í Herjólf og inn í Dalinn á laugardeginum. Þú ert að djóka í mig. Þetta er frábært. Ég hef búin að vera að plana í allan dag hvernig ég að frá þessu. Já, þannig að þá hefur búið að græja þetta. Það er búið að græja þetta. Ertu ánægð með þetta? Já, ekkert smá ánægð með þetta. Gaman. Ég á þetta svo innilega skilið. En hvað ætlar að gera við krakkana hérna með það? Æ, það reddast bara. Pétur passa þá. Já, Pétur, ertu til í það að krakka það? Það er nóg með þín, eða? Það er ekki fínt í því og Hildur verður dansandi í dalnum og Pétur heima með krakkana. Já, gefa þessum yngsta í þetta, En þeir verður í sambandi við því hérna frá stöðinni, bara innilega til hamingju með þetta, Hildur. Æðislega, takk kærlega fyrir mig. Það var nú lítið, vonandi skemmt þeirra sem best. Já, takk fyrir. Sjáumst þið í dalnum, bye. Þetta er ekki flókið, já, mjög gaman, hún var líka, maður heyrði og hún var gríðalega ánægð. Hún var ánægð með þetta, hún átti þetta skilið. Þetta var ekki flókið, hún skráði þessu bara inn á FM 957 Facebookinu og við dróðum hann út. Þetta heldur áfram? Já, þetta, ég held að við séum að vera að gefa líka á morgun í 5-dagsþættinum, þannig að ég myndi henda í komment og like hérna inni og þið getuð unnið þennan pakka á morgun. Það er líka gaman að gefa svona pakka sko þegar þjóðatíð er búinn. Eftir helgina sko. Hvað er fólk að gera við þá? Bara þú veist, bara svona leiðilegt að fá þetta skilur, hún er búinn en þú færð pakkan svona. Já, þá átt en þá niður og svona, þú vilt það? Já. Það er hendur ágætt. Þetta er Rudimental með Waiting All Night. Virkilega flottlega. Hér á ferð styttist í lagi á leiðinni heim og ég veit að þú verður mjög ánægð með lagi á leiðinni heim núna. Já. Það er svo geggjalag. Ég hef reyndar að haft það einu svona áður síðan lagi á leiðinni heim. Já, þú ert alltaf að vinna í sama geiran. Já, náttúrulega búið að vera með lagi á leiðinni heim núna í 2 ár. Já, en þú ert svolítið í Guns N' Roses. Þetta er ekki Guns N' Roses. Þetta er ekki, þetta mun koma þér óvart, orðan þannig. Þetta er bara einu sinni verið áður og þetta er enda lag sem að kemur mér í hroðalega gír og ég heyrði þetta í gær þegar ég var að keyra heim, sko. Þá var enda ekki að keyra heim eftir útvarpsþáttinn, bara kvöldin. Þá var þetta lag á bylgjunni og ég hugsaði bara alveg rétt, nú mann ég okkur ég var með þetta sem lagi á leiðinni heim einu sinni. Því þetta kemur mér í hrikalega gír. Þannig að það styttist í það. Þetta er rockslagari. Þetta er svona poplag, eins og það gerist best. Þetta er ekki eitthvað svona rólegt. Þetta er ekki, þú veist. Spennandi. Þetta er ekki Radiohead eða Michael Jackson kannski? Nei, ekki Michael Jackson. Ekki King of Pop. Hvað ætlar Pétur Jón Sigfússon að gera um Verslunarhelgina? Verslunarhelgina Fyrst hann er ekki að fara að koma með okkur strákanum á þjóðatíð? Ég er sem að vera bara hérna í bænum. Já, þetta er eiginlega... Hafa það kósí? Já, ég held að endi með því, sko. Það hljómar grautfullt, sko, en ég held að endi með því. Þú átt að svolítið til að taka gardinuna um Vestló alltaf, þegar ekki? Jú. Já. Þú situr bara einn og dreifur fyrir og drekkur? Já. Það er eiginlega besta helgin í... Hvenær byrja það hjá þér? Bara helst sem fyrst. Já, fyrst í þessum bara? Bara morgun, sko. Já. Ég verður mest til í það. Þú tekur svona þitt eigið húkaraball hérna einn í myrkrinu? Já. Sendi bara eiginlega aðra fjölskyldumellum í burtu og er bara dálítið mikið einn um helgina og að djúsa, sko. Já, senda SMS og svona? Senda SMS og horfa á Top Gear í sjónum. Það er mjög gott. En þú náttúrulega ert að fara að hlaupa hálfmaraþon, þannig að þú mátt kannski ekkert vera því að vera að rölda eigin á einhverju landafyllir í. Nei, það gengur ekki. Það er að undirbúa fullu og undirbúningur er í algleymingi. Já, og gengur vel. Já. Gengur bara nokkuð vel. Heyrðu þér daginn, varstu nýbúin að hlaupa? Já, þetta er alltaf koma. Alltaf koma, fíla. Ég er búin að koma sjálfur mér á óvart. Já. Algjörlega með ólíkin. Það er líka gaman þegar maður kemur sjálfur sér á óvart. Já. Ég fer þetta svolítið á díselnum. Já. Díselinn á þetta. Bara svona hæga gangi. Það er hægt yfir, en ég lullaði þetta. Og eyðir ekki miklu? Eyði ekki miklu. Nei. Og ég kemst að löða þetta. Glæsilegt. Við ætlum að fá núna lagi á leiðinni heim og hann var nú að ræða það hérna áðan hann Egill að gera playlista fyrir þig. Já. Þetta er líka svona ekta lag sem ég myndi vilja vera með að ég var að hlaupa á fullu. Já. Þannig að þú komir í gýrin. Þetta er... Ég er svolítið spenntur. Já. Þetta er meistari David Bowie. Nei. Lagið er Modern Love. Modern Love. Þetta er svo gott, maður. Þetta er gott. David Bowie. Og vonandi er fólk bara að dilla sér í bílnum eða bara heima þessir. Þetta er gott lag. Já, það er sumar, það er að koma þjóðatíð, við erum öll í fínu skapi. Já. Og þetta eyðileggur ekki. Nýtísku. En það er hins vegar komið að lokum hjá okkur pjesa hér í dag. King Rikki G mættur í stúdíu og ætlar að taka við okkur. Hann verður með okkur til 9 í kvöld í Fanta Feeling. Heldur áfram með topp tónlist hér. Þjálfarinn sjálfur, já, þjálfari Léttis. Þjálfari Léttis. Það þarf samt að breyta nafn á þessu lið. Það endur skoða nafn á þessu lið. Þetta fara að keppa lið sem heitir Léttir. Já. Þú skýtur ekkert í buxurnar, hræðslu, sko. Nei, við erum að tala um fótboltaliði sem þú spila með í fjóruðu. Hvað hérna, vekur eru að fara að spila? Eftir Léttir
Því líkur léttir. Þetta er ekki hægt, sko. Þið verðið að heita eitthvað. Strax skáraðu bara FC léttir. FC léttir er strax betra. Léttir fútbolklubb. En ég vona að þú eigir góða helgi, Pétur. Það er bara sömuleiðis, maður. Þú ert að fara til Vestmannaeyja. Þú ert í beinni á föstudaginn. Beinni á föstudaginn, já. En það er náttúrulega þáttur á morgun. Við erum mættir hér aftur klukkan 4 á morgun. Þú og Hjöppi K. Tjekkið á því, já, ég og Hjörvar. Það verður eitthvað með þetta. Það verður veisla. Takk æðislega fyrir hlustunum í dag. Vonandi hafið þið gaman á og við og bara hafið það sem allra best í kvöld. Takk fyrir daginn, Bjössi. Sömuleiðis. Kynnir B5 næstkomandi 5. dagskvöld. Hreimur, Vignir Snær, Biggi Kára og Benni Brynleifs ætla að keyra þjóðhátíðana í gang á B5 á 5. dagskvöld. Lífið er yndislegt á B5 með Túborg. Fjörið hefst með Túborg. Skráðu þig á netgyro.is. Netgyro. Einföld, örugg og þægileg leið til að versla á netinu. Fartölvu hasar í Elko. Endalaust úrval af fartölvum á Elko verði. Öll þekktustu merkin, vaxtalaus láni alltaf 12 mánuði, frýr flutningur á næsta pósthús og 2 heppnir fá fartölvuna endurgreidda. Elko, einfallega lægra verð. Smálán Kretia er fljótlegasta og öruggasta leiðin til... Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hjá þér. Kretia, einföld þjónusta. Þetta eru grillveðurfréttir Egils appelsín. Nú beinast öll grillspjót af veðrinu þar sem stærsta grillhelgi ársins er að ganga í garð. Á föstudag verður brakandi sól á vestanverðu landinu, hljómar eins og lærisneiðar og ágæti skilyrði annars staðar. Fólk á Austurlandi gæti þó þurft að sjóða sér ísu. Laugardagurinn verður hlýr og þurr vestan og sunnanlands en á Norðurlandi gæti þau þurft að grilla inn í bílskúr. Sunnudagur, nælon, á mánudaginn verður best að skella einri ískaldri appelsín í gríminn á sér og slappa svo af. Góða stundir. Það er Egils appelsín sem færir þér grillveðrið. Ekta íslensk upplifun. Hei, Hlölli hringdi. Hann vill stefnumót við andlitið á þér. Hlöllabátar, algjörlega ómótstæðilegir. Show me the money! Sendu bara SMS í 1902. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið.